Verið velkomin á fjölmiðlafund fyrir leiki A-landsliðskvenna gegn Frakklandi og Lettlandi. Leikurinn gegn Frakklandi æfingarleikur sem spilaður í Nîmes og svo Lettland-Ísland í Liepāja. Jón Þór, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma. Eins og Jói sagði, það voru 2 leikir í þessu verkefni. Landsliðið kemur saman og hittist í París 1. október og þetta kannski verkefni sem er 2 mjög ólíkir leikir í þessu verkefni en við erum mjög spennt og fáum vináttuleik við Frakka auðvitað áður við förum yfir til Lettlands og það er okkur auðvitað gríðarlega mikilvægt í því í þeirri vinnu okkar með þetta lið og þau skref sem við viljum taka og höfum verið að taka á þessu ári verið að fá gríðarlega mörg verkefni á þessu ári fullt af æfingaleikjum og ég held að þessi 10. leikurinn okkar á árinu þannig að það hefur nú sjaldan eða aldrei verið meira þannig að það er líka einn liðurinn í því að bæta umgjörðina í kringum þetta lið og sem við teljum okkur hafa gert virkilega vel á þessu ári og þannig að sá leikur verður okkur mjög mikilvægur, mjög dýrmætur og bara fyrst og fremst virkilega spennandi að takast á við auðvitað frábæra mótherja þar. Þannig að við byrjum á bara Frökkunum sem auðvitað þið þekkið er númer 4 á þessum heimslista og gríðarlega öflugt lið og við þekkjum vel. Auðvitað héldu heimsmeistaramótið í sumar og hefðu kannski viljað fara lengra þar en þustu út í áttalega úrslitum fyrir heimsmeisturum Bandaríkjanna. Við erum búin að vera með sama þjálfara síðan 2017 búin að spila 13 leiki á þessu ári, vinna 11 tapa 2 erum með 8 leik sem HM og vinnu á móti Þýskalandi mótir eru að ræða í þeim leik og það er lið sem spila þetta 4-2-3-1 með því afbrigði að sækja í 4-3-3 og hafa þetta frábæra leikmenn innanborðs og úrslitin hjá þeim á þessu ári eru svona við sjáum hana HM 3 leikir í riðlinum Tunísíu, Brasilíu eftir framlengingu og desember útgáfa móti Bandaríkjunum eða þeir að vera að spila móti sterkum andstæðingum í sínum undirbúningi fyrir HM og spiluðu svo í Spán núna og unnu þá eftir HM í síðasta leik. Þeir spila þar á svipuðu liði og við sáum á HM þannig að það eru svona litlar breytingar eftir HM hjá þeim og þeir eru náttúrulega í sömu hlutunum og við sáum þar í sumar. Þannig að við höfum auðvitað bara vona á mjög spennandi leik þar og mér er boðið þar og höldum áfram þeirri leið okkar sem við ætlum okkur til Englands í þessari undankeppni. Og Lettarnir eru sem sagt í lakasta styrkleikaflokknum í þessum riðli, eru númer 93 á heimslista FIFA með sama þjálfaran síðan 2013, hann er búin að lengi hafa spilað 5 leiki á þessu ári, unnið 2 þeirra, tapað 3 og ekkert jafntefli og þetta er lið sem er ekki að spila marga leiki eins og kannski flestir aðrir sem að gera það kannski að verkum að það er líka þeir fara ekki að fljótt upp styrkleika listan eins og ætla mætti en þetta eru þeirra leikir á þessu ári vinna þarna Ísland og Litáen nokkuð samfærandi og spila svo fyrsta leikin í riðlinum á móti Svíum, tapa þar 4-1 í leik sem að var mjög áhugaverður.
fyrir margra hluta sakir. Lettandi komast yfir í þeim leik og það er ekki fyrir undir lok fyrir áleik sem að Svíarnir jafna og ná svo að hrista það á sér í seinni hálfleik og ná sigurinn þar. Okkar hópur, það eru 2 breytingar á okkar hóp frá því í leikjunum 2 núna daginn. Karolína Lea og Áslaug Munda detta út úr hópnum og það er svo sem í takt við það sem við höfum verið að gera að þær munu spila með 19 liðinu hérna heima í undankeppni og fá þar mikilvæga landsleiki og munu styrkja það lið og það er okkur mikilvægt að 19 liði komist upp úr þeim riðli og til þess að komast í milliriðil og svo með þann draum að komast í auðvitað lokakeppni sem myndi gefa okkur gríðarlega reynslu upp á framhaldið og nýtast A-landsliðinu seinna meir. Þannig að það er sama og við gerðum með stelpurnar í vor úti í Hollandi og þannig að við fylgjum þeim takti hjá okkur. Þannig að Rakel Hönnudóttir kemur inn og Sandra María Jensen kemur líka inn. Hópurinn lítur þá svona út. Ég opna fyrir spurningar. Nei, Rakel er náttúrulega búin að vera með okkur í öllum okkar verkefnum á þessu ári. Kom ekki með okkur til Finnlands þar sem að við tókum sameiginlega ákvörðun það að hún færi til redding og tæki heilt prísíson þar. Hún var meidd undir lok tímabilsins á Englandi og í aðdraganda verkefninu úti í Finnlandi þá fannst mér það aðeins svo snemmt fyrir hana að það væri mikilvægara fyrir okkur að hún færi fulla ferð í prísíson með redding. Hún náttúrulega kemur inn í tímabilið þar, mitt tímabil á Englandi og ég taldi á þeim tímapunkti það væri mikilvægara fyrir hann að stimpla sig vel þar inn í sumar og síðan er náttúrulega fótboltinn þannig að það eru leikmenn sem koma inn í Finnlandsverkefnið og standa sig gríðarlega vel og nýta sitt tækifæri vel, þannig að það var eins og við komum inn á núna seinnipartinn í sumar þegar við tilkynntum hópum fyrir síðasta verkefni. Það var mjög erfið ákvörðun að skilja Rakel eftir í þeim hópi. En staðreyndin er bara svo að samkeppnin er mikil í bæði þessum hóp að komast í þetta lið og svo framvegis og það er bara staður sem við viljum vera á og Rakel kemur núna inn og fær tækifæri aftur og Rakel auðvitað með gríðarlega reynslu frábær leikmaður og er bara sýnir bara þá stöðu sem við erum í að við höfum breytt og frábæra sóknarmenn í þessu liði. Sama með Sandra María hefur verið inn og út og pínu og upp með meiðsli í vetur og á köflum í okkar verkefnum þannig að hún er komin vel á stað með sínu liði Leverkusen út í Þýskalandi og ég er mjög spenntur að fá þær 2 inn. Einhverju fleiri? Það er ekki bara að drífa okkur í viðtöl.